Herru, það er Bjarni, fá hérna fram í heimsókn og vinni 2-1, bara svona hvernig, fyrsta klassíska spurning, hvernig líður? Bara vel sko, bara fínt. Þetta var bara, vindurinn hafði þetta áhrif á hana leik og mér fannst að spila fyrri hálfleikinn vel á móti vindi. Seinni hálfleikurinn var ekki jafn góður með vindi, en við sigldum heim, það er eina skiptum máli. Hvernig fannst þér, eins og segir, voru á móti vindi í fyrri hálfleikum, var þetta erfitt í fyrri hálfleikum? Já, þetta er mjög erfitt og sást það bara líka í seinni hálfleik. Það hefur svo mikil áhrif að þú getur ekki hótað inn á bakvið, þess að létt fyrir liðina að stíga bara á þig þegar mótvindurinn er svo mikill og þú kemst ekki, nærði ekki að hóta inn á bakvið, þannig að þeir gerði það bara fínt, en mér fannst við líka spila fínt stöttaspilið. Fórum með 0-0 inn í hálfleik og kláraði myndi setni. Eru með vindi í setni, svona náðu nýtingu þá og skorið 2 flott mörk? Já, ég myndi segja það. Kannski smá heppnistimpill yfir seinnamarkinu, en samt, þú veist, vel gert. Freddi verður að setja hann á bolta og Tryggvi verður að taka hlaupið. Þetta er alltaf ógeðslegt sem varnarmaður að fá eins og löngu sendingar þegar það er svo mikill, það er svo erfitt að reikna boltan sko, þannig að þetta er bara vel gert hjá Tryggvi að lesa þetta. Freddi skaf með ótrúlega stóðsning og næstu og hann leggur 2 alveg eins, góður í þessum útspörkum? Já, hann er góður í því. Hann meina og ég meina, það má bara deila hvora betri. Talandi þinn leik, mjög flottur í dag, lítur þú ánægður með þína frammistöðu? Já, bara mjög ánægður með mína frammistöðu undanfarið. Sérstaklega síðustu 3 leikjum, búinn að koma orðinn svona vanari að vera í þessari vinstri bakvarðarstöðu og þú veist, ég er náttúrulega búinn að vera svona flakka svolítið á milli og það er oft erfitt að ná svona stöðuleika. Þegar maður er ságæi, þá kannski kemur alltaf svona inn á milli einn leikur að þú ert skipta stöðu og þú ert kannski smá off. En þú veist, núna er ég búinn að spila 3 leiki í röð í sömu stöðu og spila mjög vel, þannig að ég er bara sátt það. Líður vel í vinstri bakvörðinn? Já, ég verð eiginlega bara að segja það. Aðeins út í hlutverki Val, nú varstu orðaður í burtu í vetur, svona hvernig hefur þetta verið allt saman? Bara ég var allan tíma rólegur sko. Ég og Túfa og leikmennir í liðinu vissum eiginlega allan tíman ég var ekki að fara neitt sko. Þetta var nú meira kannski, en auðvitað þú veist, það er þetta gaman þegar kemur áhugi og maður íhuga það, skilurðu, en innstinn var einhvern veginn alltaf að fara að vera í Val. Ég er mjög ánægður í Val, klúbburinn er geggjaður, Túfa var mjög hreinskilinn við mig alveg frá byrjun, frá þegar fyrsta tilboð kom. Hann sagði bara þú ert ekki að fara neitt og ég var bara ánægður með það og sama ég sagði við Val, mér er alveg saman hvað labbar dyrnar. Ég er alltaf klár í samkeppni og ég vinn hana bara. Svo fyrir maður að sjá hvernig maður gerir það ekki, en það er bara upp til mín komið að takast á við það þegar öll svona stórum klúbb eins og Val, þú veist, þá ertu ekki bara með eitthvað gefið spyrjanleysæti. Ég var bara alltaf klár í alvöru samkeppni og bara ánægður hvernig þetta er að þróast. Það var gríðarlega mikilvægur sigur, núna farið inn í landsleikjahlé 2 stigum frá toppnum, gríðarlega stór sigur? Já, þetta var það, þó maður vilji nú ekki gera mikið úr kannski alltaf svona leikjum svona snemma, þá er það ekkert leyndarmál. Þetta var helviti mikilvægt að núna erum við í 3. og 2 stigum eftir toppnum, þannig að það er bara flott að fara inn í landsliðshlé þannig. Hvernig ætla þú og hvernig ætla liðið að nýta þetta landsskil? Bara að taka smá frí held ég, maður er svona, þú veist, það er alltaf eitthvað að angara mann. Þannig að aðeins að ná sér, þetta er búið núna 3 leikir á 1 viku og við erum búin að spila meira að minna saman liðinu, það er kannski að rótera meira, þannig að ég viðurkenni að kroppurinn er orðinn svolítið þreyttur núna í þessum leik, þannig að ætla maður nýtt ekki bara að safna kröftum. Þú segir, stutt á milli leikja 3 leiki núna á nánast einhvern tíma, þetta tekur á? Þetta tekur á, þetta er ekkert grín sko, þetta þú veist, kannski hljóma léttar en þetta er svona fyrir áhorfendur, en þetta er drullu erfitt að spila svona 3 leiki á 1 viku. Sérstaklega maður er komin á næstu í árið 30. Þannig að já, þetta er búið að taka á, en við sigldum þessu heim 3 sigrar. Eru ekki þessu fyrir þessa leiki, bara nenni valla að æfa bara að spila leik? Jú, í rauninni sko, það er í rauninni skemmtilegast, bara recovery og spila. Takk fyrir það, Bjarni.